hafa Grindvíkingar gert að mér sýnist eina breytingu á byrjunarliðinu hjá sér í dag. En í markinu stendur Óskar Pétursson, aðrir leikmenn eru Daniel Leo Gretarsson, Juraj Grisel, Jóhann Helgason fyrirliði, Matthías Örn Friðriksson, Scott Ramsey, Alan Sutey, Dennis Sitnik, Guðfinnur Þórir Ómarsson, Guðmundur Egill Bergsteinsson og Jósef Kristinn Jósefsson. Það hann Guðmundur Egill Bergsteinsson sem að kemur inn í liðið í staðinn fyrir Stefán Þór Pálsson sem að tyllir sér á bekkinn í dag og gerum fleiri breytingar á liði Grindvíkinga. Það aftur á móti athyglisverðar breytingar á liði Selfyssinga en það skipaði í dag Jóhann Ólafur Sigurðsson markmaður, aðri leikmenn eru Bjarki Már Benediktsson, Andy Pugh fyrirliði, Bernhard Brons, Svavar Berg Jóhannsson, Ingvi Rafn Óskarsson, Ingólfur Þórarinsson, Bjarki Aðalsteinsson, Javier Surbano Lasalle, Luka Jakasets og Sindri Snær Magnússon. Svona það sem að athyglisverðast í þessu liði að markahæsti leikmaður Selfyssinga þeirra marka maskína Joe Joffe, hann settur á varamannabekkin á skýrslunni allavega. En þeir sem að koma inn í liðið í dag eru Ingólfur Þórarinsson, Svavar Berg Jóhannsson, Ingvi Rafn Óskarsson. Þeir eru búin að koma sér inn í liðið. Þannig að það eilítið varnarsinnuð uppstilling hjá Selfyssingum í dag, ekki nema bara seinlega að Joffe sé meiddur. Við höfum engar upplýsingar það svo sem, en við horfum hér yfir Grindavíkur völl. Þá hann heiða grænn og fagur og að koma sér fyrir í stúkunni einhverjir snillingar, fólk sem ætlar að njóta þess að horfa á fótbolta, fallegan fótbolta vonandi í dag, því að aðstæður eru hinnar bestu. Smá gjóla og blautur völlur ætti að bjóða upp á skemmtilegt spil. Ef við kíkjum á þá sem eru að dæma þennan leik, þá dómari í dag Ívar Orri Kristjánsson og honum til aðstoðar eru þeir Halldór Breiðfjörð Jóhannsson og Björn Valdimarsson og eftirlitsmaður frá KSÍ heitir Ólafur Kjartansson. Og varamannabekknum hjá Grindvíkingum í dag eru Ægir Þorsteinsson markvörður, aðrir leikmenn þar eru Alex Freyr Hilmarsson, Hafþór Ægir Vilhjálmsson, Óli Baldur Bjarnarsson, Stefán Þór Pálsson, Markó Valdimar Stefánsson og Björn Berg Bríði. Varamenn Selfyssinga í dag eru Gunnar Már Hallgrímsson markvörður, Sigurður Eyberg Guðlaugsson, Joe Joffe, Sindri Pálmarsson, Markus Árni Vernhardsson, Ingi Bergsson og Magnús Ingi Einarsson. Þjálfari Selfyssinga heitir Gunnar Guðmundsson og þjálfari þeirra Grindvíkinga hann Milan Stefan Jankovic. Gömul kempa reynslubolti í bransanum og þá sýnist mér Ívar Orri ætla að gera sig kláran að flauta til leiks. Það eru Grindvíkingar sem að hefja leik í dag, standa þarna yfir boltanum Dennis Sitnik. Hann ætlar að eiga fyrstu snertingun í dag, og leikurinn farin á stað. Grindvíkingar hér með boltan, senda hann bara til baka. Fyrirliðið þeirra Jóhann Helgason tekur við honum þarna á miðjunni og sendir hann svo til baka og þeir rúla honum sín á milli varnarmennirnir. Komum hún að skila sér hér yfir á vinstri bakvörðinn Jósef Kristinn Jósefsson, sendir hann svo inn í vörninn aftur og þá kemur væntanlega löng sending hér fram völlin upp í hotnið. Þar tekur Juraj Grisel við boltanum og hann að koma sér inn á teik Selfyssinga, sendir boltan fyrir og þetta endar þetta var dauðafæri. Liggur við Jóhann Helgason fyrirliði Grindvíkinga á bara hér fyrsta skotið bara strax í upphafi, en það rétt yfir markið. Til að sækja vel og vandlega á Selfyssingana í dag allavega með við þessa byrjun, en Jóhann Ólafur búinn að stilla boltanum upp, sendir hann út á Bjarka Aðalsteinsson. Bjarki bara sendir hann beinaleið yfir á Andy Pugh fyrirliða sinn sem að ber boltan aðeins upp völlinn og með langa hún ekkert svo sérstaklega löng, hún eiginlega bara léleg og beint út af. Ætlaði að gefa boltan þarna á Bjarka Má Benediktsson, en boltin fór bara beinaleið út af. Grindvíkingar komnir með boltan, rúla honum bara allar tilbaka á Óskar Pétursson. Óskar út á Alan
Sutey. Finnur þarna Daniel Leo inn á miðjunni og fær svo boltan tilbaka. Stöður hann svo á Jóhann fyrirliða og Jóhann út á kant. Jósef Kristinn Jósefsson tekur þarna við honum, sendir hann á Djúræ. Djúræ gerir áhlaupið eða hvað? Nei, hann sendir hann inn á miðjuna. En Selfyssingar sýnist mér að verða búnir að svona brjóta þetta baka aftur. Brons hér með hreinsun framvöllin beint á Jóhann fyrirliða. Það kemur honum inn á Daniel Leo og hann sendir hann hvert? Hann sendir hann eitthvað inn að áttina tegnum allavega. Var hann Guðfinnur Þórir Ómarsson sem að átti þarna einhverja tilraun allavega, en Selfyssingar reynda að hreinsa þetta frá. Þó eru Grindvíkingar búnir að vinna boltan aftur. Þann tilbaka á Matthías Örn. Matthías upp á Jóhann fyrirliða. Tekur hann bara straugið, finnur Scott Ramsey út á kanti. Alltaf í formi hann Scott Ramsey. Alveg magnað, en þurfa að senda boltan tilbaka. Ekkert að gæla of mikið við boltan Grindvíkingarnir. Kemur skipting yfir á hægri vænginn og stunga upp í hotn á Scott Ramsey. Hann þarna með Ingvar Rafn Óskarsson í bakinu, tekur snúning, leikur á sjálfan sig og Ingvar Rafn komið með boltan, sendir hann á Ingólf, fær boltan aftur og tekur bara straugið upp vinstri kantinn og ennþá með boltan. Finnur þarna Sindra Snæ. Sindri þarf að stoppa, en kemur honum inn á Javier. Javier tilbaka á Sindra og hann sendir bara beinustu leið tilbaka á Luka Jakasic. Ingólfur Þórarinsson lyftir honum yfir á vinstri vænginn. Þar Bjarki Már Bendiktsson, hann með sendingin á tegin, en Alan Sutey skallar þetta frá. Hversu langt Ingólfur Þórarinsson kominn inn á teig Grindvíkinga, en dæmdur brotlegur. Misti þarna boltan aðeins og langt frá sér og Jóhann Helgason fyrirliði náði að koma sér í milli áður en að þeir fóru báðir í jörðina. En svona það sem að eftir stóðu var að þeir fóru báðir í jörðina og Grindvíkingar búnir að taka aukaspyrnu. Meðan hér inn á miðjunni Jóhann Helgason sendir hann inn á Daniel Leo Gretarsson, hann út á Jósef. Svo bara rúlar honum tilbaka á Alan Sutey. Það virðist vera annar, hann virðist ekkert vera það, hann annar miðvörður Grindvíkinga í dag. Jóhann kemur hér boltanum út á vinstri vænginn, þar Jósef Kristinn. Jósef tilbaka á Allen og hann skiptur honum bara yfir á hægri vænginn. Þú að hvort að þeir virðast svona ég veit ekki hvort þeir að reyna að svæfa Selfyssingarna með því að spila boltanum um villi, en svo taka þeir á rás. Senda boltan samt sem áður tilbaka á Alan Sutey, en hér Djúræ með boltan. Djúræ reynir að leika á Javier Lasalle og Javier brýtur á honum. Svona vel gert bara hjá Djúræ, það verður að segjast eins og Hélt að Javier væri að ná þessu með löngu löpunum sínum, en það var ekki þannig. En Grindvíkingar eru þó búnir að spila boltan tilbaka og Jóhann Helgason kominn með hann inn á miðju. Sendir hann upp á Dennis Sitnik. Sitnik setur hann bara tilbaka á Matthías Örn. Það hann síðan aftur. Það var Scott Ramsey að bjóða sig í hlaupið, en hann senda hann tilbaka á Alan Sutey. Svo kemur löng sending fram völlin og kollin á Grindvíkingum, en þetta fór beint á Jóhann Ólaf í marki Selfyssinga sem fljótur að koma boltanum í leik. Sendir hann á Sindra Snæ. Sindri tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson. Hann yfir á Andy Pugh. Andy Pugh finnur Bjarka Má þarna á vinstri vægnum. Vinstri bakvörður Selfyssinga. Það verið svona þeirra helsti svona spilnumaður allavega, það sem að hendar vinstri fótarmönnum, en Brons komið með boltan. Sendir hann tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson. Hann, Luka Jakasic búinn að bjóða sig langt niður, djúpt niður á völlin, finnur Andy og Andy skutlar honum hér upp völlin á Bjarka Má. Sendir hann á Sindra Snæ, kemur honum aftur á Bjarka sem að finnur Ingólfur Þórarinsson, tónlistarmaður og brekkusöngvari með meiru þessa dagana allavega. Sendir hann á Sindri yfir á Luka Jakasic. Luka kemur svo með sendingu ætlaða Ingvar Rafni líklegast,
en ekkert verður úr þessu og Guðmundur Egill Bergsteinsson hægri bakvörður Grindvíkinga í dag, hann er svona að skýla þessu út af því það hann hafi kannski þurft að skýla honum mikið því að þetta var full first sending en tekur innkastið og já, Selfyssingar nálægt því að vinna boltan, gerir Ingvi Rafn Óskarsson en Scott Ramsey fær svo boltan, kemur með skiptingu yfir á ætlaða Djúræ líklegast en Brons skallaði þetta fram og senda boltan langt fram, eru þannig í kapphlaupi Surbano og Alain Soutey en hann kastaði sér á þetta og skallaði boltan til baka. Jóhann Helgason fyrirliði með boltan á miðjunni, sendir hann á Soutey. Soutey finnur Jósep og svo byrjar þessi skemmtun, miðverðirnir senda boltan sín á milli, kemur hásending upp í hotnið á Djúræ, Djúræ tekur vel á móti boltanum, kemur honum á Jósep, fær boltan aftur og reynir hér þríhyrning en gerði Svavar Berg virkilega vel. Hann bara var fyrir eiginlega og boltinn fór bara beinuleið út af og það er innkast sem að Selfyssingar eiga. Brons kemur honum inn á hvern, reynda að finna þarna, það er dæmt aukaspyrna á Svavar Berg, reynda að finna Javier Surbano sem að skallaði hann inn á Svavar. Grindvíkingar fljótur að taka þetta en Djúræ reynir þarna að komast fram hjá Svavari og já, lokum brýtur Svavar á honum. Þetta hafi nú verið hárréttur dómur hjá honum Ívari Orra. Ívar Orri Kristjánsson dómari þessa leiks. Djúræ búinn að stilla boltanum upp og tekur það aðeins of snemma, hann var víst búinn að benda á flautuna hjá sér. Ívar Orri Kristjánsson, hann tók aukaspyrnuna full snemma og þessu farnir að raða sér inn á tegin á auksnu mennir, ekki sé að Alain Soutey, Mattias og fleiri eru komnir þarna. Einhvern tímann hefði Scott Ramsey tekið þessa aukaspyrnu en það er ekki í dag. Það verður flottur bolti inn á tegin og það hoppar Andy Pugh fyrir liði Selfyssinga hæst og skallar þetta frá. Sepp Kristinn, vinstri bakvörður Grindvíkinga í dag, tekur þetta þó niður og kemur þessi inn á tegin og Brons skallar þetta frá. Surbano með sendingu og Svavar Berg en Jósep kemur þessu bara út af. Það er innkast sem að Selfyssingar eiga. Það er í bakvörður þeirra í dag Bernhard Brons, ætlar að setja hann inn á Sindrasnæ en kemur Sitnik á ferðinni, meiri ferðinni meira að segja og kemur þessu bara út á aftur. Langt innkast hér frá Brons og þetta ratar hvert, þetta ratar á Alain Soutey í restina, kemur honum yfir á Mattias yfir á Guðmund, fær boltan aftur og rúlar honum yfir á Soutey. Fá að leika sér svolítið með boltan varnarmennir hérna í dag, allavega þessar fyrstu mínútur. Það er búin að reyna að fara þessu upp. Daniel Leo hér með sending út á Jósep. Sepp finnur Djúræ og hann reynir að koma boltanum á Daniel aftur en Sindri Snær kemst inn í þetta. Pressar svo Soutey vel þegar hann fær boltan tilbaka en Grindvíkingar halda boltanum. Gera þetta vel, spila sig bara út úr þessu, svo kemur hér sending upp í hotn. Guðmundur Egill reyndi þarna að finna Guðfinn Þóri Ómarsson en Guðmundur er þó komið með boltan aftur en Svavar Berg vinnur hann eða hvað, nei, það er búið að flagga. Björn Valdimarsson aðstoðar dómari annar þeirra í dag, hann flaggar þessi var farin út af en lélegt innkast hjá Grindvíkingum. Ingólfur Þórarinsson búinn að ná boltanum, gefur honum upp á Javier. Ákveðin var Javier að gefa, ekki neitt, senda bara beint á Jóhann Helgason. Hann finnur Scott Ramsey inn á Dennis Sitnik. Hann leikur á það þarna nokkra, finnur svo Guðfinn sem að missir bara boltan. Javier vann hann þarna bara sanngjarnt eins og einhver sagði. Kemur sending frá Sindrasnæ, ætluðu Svavari Berg en Jósef Kristinn kemst fyrir þetta, sendir boltan upp á Djúræ. Finnur þarna, finnur Dennis Sitnik en Bjarki Aðalsteinsson setur boltan út af. Innkast sem að Grindvíkingar eiga. Finnur Djúræ hér upp í horninu og hann reynir að leika á Brons og það tekst.
slæmur varnarleikur frá Brons en Bjarki Aðalsteinsson hann staðsetti sig rétt þarna þó ekki lengi því að hér kemur hörku spyrna inn á tegin frá Jósef en fer af Grindvíkingum og aftur fyrir endamörk. Það hefði kannski Jósef geta verið skynsamur og ekki elt boltan svona á urrandi siglingu þá hefði hann kannski fengið hotnið en því ekki sá ég af hverjum boltin fór en það markspyrna frá marki Selfyssinga. Tveir svona af reynslu meiri, ég segi ekki kannski dæmd aukaspyrna á Javier Surbano. Nota olbógan full mikið þarna á Daniel Leo að mér sýnist og þetta má ekki. Jóhann Helgason búinn að taka aukaspyrnuna. Suthei kom með boltan, sendir hann á Guðmund Egil. Guðmundur Egil gælir aðeins við hann, sendur hann svo á Mattias og hann yfir á Alan Suthei. Löng sending upp í hornið hér frá Alan Suthei. Ætluð Sjúræ en Bernard Brons hann lætur þetta bara fara út af. Það innkast sem að Selfyssingar eiga. Hér á hægri á vangnum við sinn eigin vítateig. Brons hann ekkert að flýta sér að taka þetta innkast. Það hann grýt honum ekki bara langt inn á völlinn. Var ekki gott þetta innkast hjá honum. Það að segja að það fór beint á Grindvíking en Bjarki Aðalsteinsson búinn að ná boltanum, sendir hann á Ingólf. Ingólfur stingur honum upp í hotn en Javier Surbano bara ekki nógu fljótur fyrir þennan bolta. Alan Suthei tekur hann, sendir hann tilbaka og Óskar Pétursson og fær boltan aftur. Löng sending fram frá Suthei og þarna engin Grindvíkingur. Þetta bara Bjarki Selfyssingur, Bjarki Aðalsteinsson miðvörður í dag. Svona einstaka sinnum hefur hann verið að spila djúpan miðjumann líka en þetta hefur svona verið þessi varnaruppstilling hjá Selfyssingum í síðustu leikjum. Andy Pugh og Bjarki Aðalsteins í miðvörðum og Brons og Bjarki Már í bakvörðarstöðunum. Kemur skipting yfir frá Bjarka Aðalsteinsinni yfir á Bjarka Má. Það var alveg hálsbreytt frá því að komast inn í þetta skot Ramsey en Andy Pugh komið með boltan. Setur hann á Luka Jakasic. Snýr inn á miðjunni, sendir hann svo bara tilbaka. Setur hann pressu á þá Dennis Sitnik en sending upp völlinn frá Andy Pugh. Yngvi Rafn að elta þetta en Mattias setur hann tilbaka á Óskar Pétursson. Kemur með langa sendingu fram en Andy skallar þetta fram beint á Daniel. Með sendingun upp í hotnið á Sjúræ sem þarna í kapphlaupi við Brons. Kemur boltanum inn á tegin en þetta alls ekki góð sending. Jóhann Ólafur tekur þetta bara auðveldlega. Rúlar honum strax á Sindra Snæ. Hann snýr af sér Sitnik. Sendir hann tilbaka á Andy Pugh. Og Andy út á Bjarka Má. Luka Jakasic, Króatinn í liði Selfyssinga, komið með boltan inn á miðjunni. Það að senda hann þarna á líklegast Ingólf en missir á boltanum. Þó komið með hann eftir að Yngvi Rafn náði honum. Bjarki Már hér með fyrirgjöf. Hún léleg. Mattias Örn tekur þetta auðveldlega, kemur með langa sendingu fram völlinn. Hvort við fáum svona hálófta bolta í dag. Ég vona ekki. Kannski það alveg skemmtilegasta til þess að fylgjast með en svona hafa verið að fá að senda boltan svona sín á milli liðin á eigin vallarhelmingum. Hér kemur sending fram frá Sindra Snæ á Javier. Javier nær boltanum, kemur honum á Luka á Sindra Snæ aftur og Sindri út á kantinn á Bernard Brons og það var engin Selfyssingur að taka straugið þarna inn á tegin en Luka Jakasic með boltan hér fyrir utan, sendir hann út á Bjarka Má. Hann einn á auðum sjó, hlýtur að geta komið með sæmilega fyrirgjöf. Hún fín á Javier Surbano og Luka Jakasic í dauðafæri en einhvern veginn tekst honum að skjóta þessi Grindvíking. Grindvíkingar svo búnir að vinna boltan. Þetta ég held að þetta hljóta að vera besta færi leiksins. Bara einfallega klaufar þarna inn á teig Grindvíkingarna og Selfyssingarnir að koma þess ekki netið en Sindri Snær komið með boltan, sendir hann á Bernard Brons. Brons neðist þarna bara til að senda tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson. Luka komið með boltan inn á miðjuna. Bjarki færir sig aðeins ofar völlinn og
Við erum komin upp á Javier sem að ég vil meina hann hafi verið sleginn. Þetta held ég að hafi ekki verið mikið löng sending fram völlin frá Grindvíkingum, en Andy Pugh nær þessu, þarna í kapphlaupi við Guðfinn Þóri Ómarsson, en hafði betur, stakk hann bara af. Bjarki Aðalsteinsson vippar honum fram völlin á Javier á Sindra og Sindri nær að koma honum á brons. Þetta var vel gert hjá Sindra, var þarna með Jóhann Helgason í bakinu. Men bara, var svona eins og hann væri að reyna að toga niður, en Sindri kom honum út á kant og þá þarf Ívar Orri Kristjánsson ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. Selfyssingar, að tapa boltanum eða hvað. Daniel Ljó Gretarsson, hann setur hann bara út af. Ingast sem að Selfyssingar eiga. Bjarki Aðalsteinsson fær hér sendingu frá Pugh. Kemur honum á Luka Jakasic og hann aftur á Andy Pugh. Luka sendir hann síðan yfir á Bjarka Aðalsteinsson og Bjarki tekur bara straugið, sendir hann á brons. Tilbaka á Sindra. Sindri á Luka, Luka líklegast á Andy, nei. Hann heldur bara áfram upp völlin. Þarna með Bjarka Má í hlaupi og Bjarki fær boltan. Senda hann tilbaka á Luka. Luka fer inn á völlin, reynir að stinga honum inn á Ingo, nær boltanum. Það var einhver miskilningur á milli Ingvaraps og Bjarka Más, en Bjarki Már fór boltan á lógum, en verða að senda hann tilbaka að Selfyssingarnir. Þeir eru ekki að finna neinar glufur á Grindvíkingum akkurat þessa stundina. Pugh út á Bjarka Má. Bjarki inn á Ingo. Sveik þarna eitthvað fyrsta snertingin, en hann kemur honum á Sindra Snæ og Sindri með hörku skot og þetta er varið af Óskari Pétursinni. Svavar Berg í frákastinu er þarna í baráttu við Jósef Kristinn og er svo dæmdur brotlegur. Það var alveg fínasta skottilraun þarna frá Sindra Snæ og vel varið hjá Óskari. Jósef með boltan, kemur hann tilbaka á Sutey og hann yfir á Mattias. Væntanlega Guðmundur Egill að fá hann núna. Þetta er svona allt samkvæmt settum reglum. Jóhann Helgason, fyrirliði Grindvíkinga, rann Súrban og eitthvað á vellinum, en hér er Daniel Ljó með hann. Kristinn kemur hann beint tilbaka á Sutey. Þeir eru svona að þreifa fyrir sér svolítið liðin þessa stundina. Sendingu upp öllin, Daniel Ljó tekur hann, kemur honum út á Sjúræ. Sjúræ sækir bara í átt að endamörkum og reynir fyrirgjöfina, en þetta fer af Bernhard Brons og aftur fyrir endamörk. Þetta er hotspinna. Spinna sem kemur þegar einhverjar 20 mínútur eru liðnar að leiknum cirka. Staðan er ennþá 0-0. Markalust hér á Grindavíkurvelli. Bara Sjúræ ætla að taka þessa spinnu sjálfur. Þessa hotspinnu. Spinnumaður góður, þetta kemur inn á tegin, en Súrbano skallar þetta frá og þá getur hafist kapplaup. Guðmundur og Svavar eldast hann með boltan, en Guðmundur kemur hann tilbaka á Óskar Pétursson sem að kemur með langan bolta upp völlin og Sindri Snær nær þessu, kemur honum út á Ingvar Rafn Óskarsson. Hann heldur boltanum inn og Sindri Snær hér yfir á Luka. Luka finnur Javier og Javier kemur hér með skot og þetta er varið. Það kom upp úr engu nánast. Javier fekk þarna bara frítt skot eiginlega á vinstri fótinn og Óskar Pétursson hann potaði þessu nú yfir markið. Þangað sem sýndist bolti reyndar stefna, en Selfyssingar fá hotspinnu hér frá hægri. Bjarki Már Benediktsson, vinstri bakvörður, sem ætlar að taka þetta og þarna nokkrir hávaksnir inn á tegnum. Sérstakur bolti frá Bjarka, fór eiginlega beint á Óskar Pétursson sem að kýldi þetta frá, en hann er þó komið með boltan aftur. Reynir sendingin á tegin, en Jóhann Helgason hreinsar þetta fram. Það er Guðfinnur í kapplaupi við Svavar Berg. Svavar hefur betur og kemur boltan tilbaka á Jóa í markinu, en hér er Dennis Sitning sloppinn í gegn með hörku skot.
og það vel varið af Jóhanni Ólafi. Þetta kom upp úr það að Guðfinnur Þórir, hann var kolránstæður, hann reyndi ekki að fara í boltan en Dennis Sitnik tók hlaupið og náði þessu frábæra skoti. En Jóhann Ólafur vel á verði og Selfyssingar komnir með boltan aftur. Þetta held ég að verða að teljast sem besta færi leiksins. Ég vil betra en færi sem að Selfyssingar fengu áðan. Hér Luka Jakasic, sendir hann á Ingólf Þórarinsson. Hann tilbaka á Bjarka Má. Þau eru búin að stilla upp aftur í þessar ræðir sem maður þekkir svona til hornið áðan. Bjarki Aðalsteins á Svavar Berg, Svavar á Sindra og Sindri aftur á Svavar. Honum á Javier stingur honum inn á Ingvar Rafn og Ingvar Rafn í dauðafæri eða hvað. Á skot sem að fer af Alan Suteo aftur fyrir. Fór fyrst í Guðmund Egil og svo fekk hann boltan aftur og senda hann í Alan Suteo aftur fyrir. Að gera sig, að gera sig líklega Selfyssingarnir akkurat þessa stundina. Svona hafa verið meira með boltan síðustu 5 mínúturnar á að gíska. En það aftur hot frá hægri. Bjarki Már ætlar að framkvæma þessa hotspinnu eftir settum reglum. Ser vel út í teginn og Bernhard Brons skallar þetta nú eiginlega bara þvert inn á teginn. Jóhann Helgason hreinsar þetta út. Luka Jakasic tekur þó boltan. Leikur hér á Sjúræ og hér brot. Þetta hefur verið vont og Jósef Kristinn að fara í kortabókina hjá Ívari Orra. Það hefur örugglega verið frekar óþægilegt og líklegast óþarfi hjá Jósef því að Jakasic var að missa boltan út af. Það er ólíklegt að hann hefði náð þessari sendingu frá sjálfum sér. En það er allavega brot. Aukaspyrna sem að Selfyssingar eiga hér á hægri á engnum. Sirka við vítateig Grindvíkinga og Bjarki Már Benediktsson, hann stillir boltanum upp. Það senda þá nokkra þarna inn á teginn. Líklegast ekkert farnir tilbaka bara síðan eftir hornið en hér kemur spyrnan. Först hoppar Brons manna hæst en þetta fer í fangið á Óskari Pétursinni. Fljótur að koma boltanum í leik, kemur honum út á Sjúræ. Sjúræ vippar honum yfir á Jósef. Vel gert og þá kemur sendingin inn á Guðfinn. En hann má ekki við marknum þarna í baráttu við ykkur á 4 Selfyssinga og missir boltan. Fór í jörðina og ekkert á þetta. Að mati Ívars Orra allavega. Svona baðum eitthvað en þetta hafi nú ekki verið beint frá hjartanu allavega. Selfyssingar konum við boltan. Bjarki Aðalsteinsson á Luka og Luka yfir á Andy Pugh. Pugh rúlar honum á Luka aftur og hann út á Bjarka. Þeir sé að þeir eru svona Brons komin upp. Missir boltan eða með lélega sendingu réttara sagt á Ingólf Þórarinsson. Grindvíkingar komast inn í þetta. Það var hann Guðfinnur Þórir náði honum og búinn að senda hann tilbaka alla leið á miðverðina sína. Mattías og Alan Sutey og Guðmundur Egil komin með hann. Daniel Leó var hann inn á miðju, sendir hann tilbaka á Mattías Örn. Og út á Guðmund Egil til hægri. Og Guðmundur finnur þannig Scott Ramsey. Kemur svo með sendingu upp í hornið inn á teginn á Guðfinn og Guðfinnur hér með bolta út á Sitnik. Hvað gerir Sitnik? Finnur Daniel. Þeir loka á hann Selfyssingarnir þannig að hann þarf að vippa boltanum út á vinstri vænginn. Þar Jósef Kristinn og með flotta sendingu inn á Dennis Sitnik sem að skallar hann bara rétt yfir markið. Það var bara alls ekkert vitlaus pæling hjá honum Jósef og bara nokkuð vel gert. En Jóhann Ólafur búinn að stilla boltanum upp, ætlar að taka markspyrnu. Hann hér inn á miðjan völl og þar hefur Jóhann Helgason þarna betur í baráttu við Surban og svo dæmt aukaspyrna á Selfyssingana. Snær hefur brotið þarna á Dennis Sitnik.
svona einhverja 9 metra inn á vallarhelmingi Selfyssinga. Hann kemur honum bara á Matthías Örn út á Guðmund Egil á hægri vængum. Hann reynir að senda hann á Scott Ramsey en Bjarki Már hann náði eitthvað aðeins að pota í boltan og Daniel Leo setur hann svo bara beinustu leið út af innkast sem að Selfyssingar eiga frá vinstri. Bjarki Már kastar hann tilbaka á Andy Pugh. Hann finnur Jóhann Ólaf og Jóhann setur hann út á Andy sem að hreinsar hann þarna beint í Scott Ramsey og já, hann nær að bjarga þessu á einhvern hátt, setur boltan langt fram, fekk boltan aftur en það leit ekkert allt og vel út hjá Andy Pugh, það verður að segjast eins og en boltin farin aftur fyrir endamörk. Það markspyrna sem að Selfyssingar eiga. Að tala það að eru einhverjar hvað ég að segja 27-8 mínútur liðnar af þessum leik. Sé ekki vallar klukkuna alveg. Við erum að tala 27,5 mínútu nákvæmlega. Selfyssingar með boltan hér inn á eigin vallarhelmingi. Andy Pugh rennur honum út á Bjarka Má Benediktsson, hann inn á miðjuna á Luka Jakasic sem að glöggir knattspyrnu unnendur segja að minni sig eilítið á Jón Guðbrandsson útlitslega séð fyrir leikmann Selfyssinga. Hér Andy Pugh með langa sendingu, þessi ætluð Bjarka Má en Guðmundur Egil skallar þetta niður. Ingvi Rafn nær þó að halda þess inn og fer þarna í eitthvað þríhyrningsspili við Bjarka Má en þetta var virkilega flott tækling þarna frá Guðmundi Agli. Hann náði boltanum og svo dæmd aukaspinna á Selfyssinga. Andy Pugh fór þannig í bakið á Alan Sutey, nei ekki Alan Sutey, Dennis Sitning þetta. Hann er alveg ruglaður í þessu en þetta kemur allt saman. Helgason, þannig Alan Sutey komið með boltan. Þetta á Dennis, Sigur Ægir hérna með boltan. Finnur Jósef Kristín fær boltan aftur en setur boltan í Bernhard Brons. Og þá voru Selfyssingar komnir með boltan og hér vill Javier fá aukaspyrnu. Vill meina að Sutey hafi brotið á sér en það var ekkert. Að ég hygg fór allavega full auðveldlega niður og Grindvíkingar bara halda boltanum. Sutey yfir á Matthías Örn, félaga sinn í vörninni, hann út til hægri á Guðmund Egil. Guðmundur setur hann aðeins fram á Scott Ramsey og hann tilbaka á Matthías. Matthías finnur hér Daniel Leo, fær boltan aftur. Rúlar hann yfir á Sutey. Og hversu vel líður þið með boltan? Það er allavega ekki mikið verið að pressa á það á varnarmennina. Hér kemur sending upp völlin á Daniel Leo en hann fær aukaspinnu. Luka Jakasic dæmdur brotlegur var þarna með sendingu sem var alveg hræðileg. Þetta var óþarfa brot hjá Luka. Það er aukaspinna sem að Grindvíkingar eiga. Þetta sé einhverja hvað? Kannski 12 metra, 12, 13, 14, 15 metra inn á vallarhelmingi Selfyssinga. Og það ástillir Scott Ramsey boltanum upp. Hann getur skotið þessi maður. Sýnist hann samt ekki ætla að skjóta, þó veit maður aldrei. Kemur aukaspyrna frá Scott, hún bara rúlar honum út á kantina og Jósef Kristín fær boltan aftur og rúlar honum inn á tegin. Hér Jóhann Helgason, heldur honum á lofti og setur svo boltan vel yfir mark Selfyssinga. Hefur þarna fengið eitthvað Selfyssingin segi ég í öklan því að hann liggur eftir og finnur eitthvað til. Hann staðinn upp, haltrar smá en við skulum sjá. Við skulum vona að þetta sé ekkert alvarlegt, allavega alltaf leiðilegt þegar að menn meiða sig við að spila þennan annars mjög skemmtilega leik, fótbolta, þess að skemmtilegu íþrótt. Jóhann búinn að taka markspyrnuna og Grindvíkingar búnir að vinna boltan þarna. Sindri Snær rann inn á miðjunni og Sigur Ægir komið með hann, sækir hér að Bernhard Brons og hann dæmdur brotlegur. Vill meina hann hafi farið í boltan.
ekki nú sáttur við þetta og eitthvað aðeins að rífast þarna við hann Ívar Orra en hann ekkert mikið að hlusta á allavega en Scott Ramsey ætlar allavega að taka þessa aukaspyrnu. Og hvað verður úr þessu? Scott Ramsey búinn að stilla boltanum upp og með vastan bolta inn á tegin en það siglir yfir allan pakkan og Selfyssingar sækja hér hratt upp vinstri vænginn. Bjarki Már meðan kemur honum á Lúka. Lúka sendur hann bara tilbaka á Sindra Snæ og Sindri yfir á Bjarka Aðalsteinsson. Sindri fær hann aftur inn á miðju, kemur honum upp á Javier með sendingu sem léleg en já, Brons nær boltanum, vel gert, flott tækling hjá Brons, kemur honum á Ingo reynir þannig að finna Svavarberg en Daniel Leo kemst fyrir þetta og nær þarna að koma boltanum út af Daniel Leo þar að segja. Kasti kemur hér langt frá Brons og Andy Pugh hoppar upp í þetta en fer boltinn beint í fangið á Óskari Pétursinni. Hún að rúla boltanum út, þarna Allen Sutey með hann. Sendur hann á Matthías Örn yfir á Guðmund Egil og Jóhann Helgason að bjóða sig þarna. Svona yfir á Daniel Leo. Yfir á Jóhann Helgason. Þannig finnur hann Scott Ramsey sem að setur boltan bara tilbaka á Matthías. Fá að leika sér með hann þarna tilbaka aðeins Grindvíkingarnir. Selfyssingarnir ekkert mikið svona að hlaupa úr stöðum allavega. En já, hér eru þeir í baráttu. Ná boltanum Selfyssingarnir. Luka Jakasic steig þarna út hreinlega Daniel Leo og rúlar boltanum tilbaka á Bjarka Má. Bjarki finnur Brons. Brons setur hann upp á Ingo sem að reynda komunum út á Svavarberg en Jósef Kristinn náði boltanum, setur hann upp á Dennis Sitnik. Sitnik á Daniel Leo og hann upp á Scott Ramsey og þá geta þeir sótt hratt Grindvíkingarnir. Hann finnur hérna Guðmund Egil út á hægri kanti. Hann stoppar þessa annars álitlugu sókn Grindvíkingana. Það reynir Jóhann Helgason að stinga boltanum inn og kemur löng sending fram völlin frá Andy Pugh. Javier meðan, hvað gerir Javier? Hann leikur hér á 1-2 Grindvíkinga. Kemur honum á Ingólf. Ingólfur komin í færi og þetta er mark! Selfyssingar eru komnir í 0-1-1-0 hér á Grindavíkurvelli. Það mark kemur á 30:50 mínútu eða þegar klukkan bara hreinlega að slá í 35 mínútur. Ingólfur Þórarinsson setur hann í Óskar Pétursson og inn. Eftir, ef ekki að kalla þetta góðan undirbúning hér frá Javier Surbano. Virtist vera að klúra þessu en náði einhvern veginn með sínum löngu löpum að koma boltanum á Ingo sem að var bara þarna nánast einn á auðum sjó og kom honum á settan beint á undir Óskar Pétursson eiginlega og Selfyssingar komnir í 1-0. Og það hætt við því að leikurinn opnist aðeins við þetta. Hér Scott Ramsey komið með boltan inn á miðunni. Setur hann tilbaka á Matthías Örn. Matthías á Jóhann Helgason. Finnur Daniel Leo. Daniel upp á Dennis Sitnik en Daniel fær boltan aftur
munaði þarna minnstu að Svavar Berg kæmist inn í þetta. En Grindvíkingar eru konum með boltan aftur. Guðmundur Egill sendur hann á Matthías. Matthías með sendingu fram völlin. Þetta ætlað líklega Stenni Sitnik, en Bjarki Aðalsteinsson kemst inn í þetta. Nú má Sindra Snæ, Sindri fær boltan hér aftur frá Bernhard Brons og komast inn í þetta Grindvíkingar og missa boltan út af, og þá ætla Grindvíkingar að gera skiptingu. Og það leikmaður númer 7, Alex Freyr Hilmarsson, sem að koma inn á fyrir Sjúræ Grisei. Hann meiddur, hann hefur meitt sig áðan. Sá að hann var að fá einhverja aðhlýningu hér á hliðalínunni og hann hefur lokið leik í dag. Selfyssingar með boltan, Brons setur hann beint í varamannin Alex Frey. Alex setur hann inn á Guðfinn og Guðfinnur þarna í baráttu við Bjarka Má, en síðan dæmdur brotlegur. Þetta var Bjarki Aðalsteinsson afsakið. Selfyssingar konum með boltan, Sindri Snær setur hann upp á Javier. Javier tekur boltan vel niður, kemur honum aftur á Sindra. Sindri upp á Ingo, fær boltan aftur og Grindvíkingar komast hann inn í sendingu, en Surbano nær að setja lappirnar inn í þetta. Kemur honum á Sindra Snær sem að hleypur nú upp völlin, kemur honum á Ingvar Rapp. Ingvar tilbaka á Luka og Luka yfir á hægri vænginn. Þar Bernhard Brons. Gefur hann á Ingo sem komin hér djúpt niður á völlin til þess að sækja boltan, og þeir sækja nú að Brons. Alex Freyr gerir það, en hann kemur honum bara á Andy Pugh. Andy á Sindra sem að á hér frekar slaka sendingu, eiginlega bara alveg umulega. Ætlaði að Bjarka Má, en hún var langt fyrir aftanan, eða hvort að Bjarki var hreinlega komin of ofarlega, ég efast þar samt. Grindvíkingar konum með boltan, Matthías hér meðan. Rúlarnum á Guðmund Egill, fær boltan aftur og sendir hann yfir á Alan Sutey. Tey upp á Sitnik, en þetta gerir Ingólfur vel. Stígur bara Sitnik þarna út og sendir boltan á Sindra. Fær boltan aftur frá Bjarka Má í þetta skiptið. Boltin kominn þetta langt út á vinstri vænginn. Senda svo boltan bara tilbaka Selfyssingarnir á Andy Pugh. Hann finnur engan til að gefa og ekki hann undir neinni pressu, þannig að hann skokkar bara aðeins framar með boltan. Gefur hann svo á Bjarka Má og hvern finnur hann? Hann finnur Ingvar Rapp sem að nær af harðfylgi halda boltanum inn á, en Guðmundur Egill setur stóru tán í þetta og gefur hann tilbaka á Matthías Örn. Hann finnur þannig Daniel Leo, hann út á Guðmund Egill og hann tilbaka á Matthías. Matthías yfir á Alan Sutey. Þannig að ég sé að þetta rétt fram allavega. Það boltan frá Jósef aftur, svo Sutey og Matthías. Hægri vængurinn fær svo boltan. Guðmundur Egill finnur Scott Ramsey sem að sækir hér á Luka Jakasic, en hann nær að pota boltanum aðeins upp völlin og þá þurfa þeir að byrja upp á nýtt Grindvíkingarnir. Og það títnefndur Matthías sem að með boltan. Þá Guðmund Egill og þeir virðast vera að loka svæðum svona þokkalega Selfyssingarnir, og Daniel Leo komið með, hann sendir hann á Jósef Kristinn, hann tilbaka á Sutey. Hérna undir smá pressu frá Svavari Berg, en ekkert alvarlegri. Kom honum þá upp á Jóhann Helgarsson sem sendir hann tilbaka á Matthías og hann á Sutey. Löng sending fram völlin hér frá Sutey, en hann tekur þetta, sparkar þessu fram. Bjarki Aðalsteinsson fær svo boltan aftur, en missir hann klaufalega frá sér, og þá sækir Jósef Kristinn hér á Bernhard Brons sem að nær ekki að halda boltanum inn á, missir hann aftur fyrir. Það hotspinna og Gunnar Guðmundsson brjálaður, þjálfari Selfyssinga, vildi fá þarna aukaspinnu, en það ekki, það er hreinlega hotspinna, og Alex Freyr stillir boltanum upp. Þetta hér frá vinstri. Kemur bara þessi þokkalegasta sending, en Bernhard Brons skallar þetta frá. Ingvar Rapp tekur hann niður, sendur hann tilbaka á Sindra Snæ. Hann á Ingo og Ingo upp á Ingvar Rapp.
og þá sækjaði hratt Selfyssingarnir. Ingvi Rafn ennþá með boltan, hefur Sindra Snæ með sér. Sindri fær hér boltan upp í hornið, kemur með fyrirgjöfina og þetta skalla Grindvíkingar frá. Jósef Kristinn kemur þessu í burtu og boltinn komin hér alla leið inn á miðjan vallarhelming Grindvíkinga aftur. En mikil barátta hér hjá Sindra Snæ, hann rennir sér í þetta rétt áður en að Jóhann Helgason tekur hann, en Daniel Leo senda hann svo til baka og Óskar Pétursson kom með boltan, rúlar honum á Súteim. Mikið fyrir að rúla boltanum hérna, svona aðeins til baka, svona aftarlega á vellinum Grindvíkingarnir og þá fer að heyrast í stúkunni. Þið halda að það væri komin tíma á það svona. Nei, hér missir Jósef Kristinn boltan. Svavar Berg á fullri ferð, sækir hér upp völlin. Hefur, ætlaði að reyna að koma honum á Ingvar Rafn, en það fór í lappirnar á Grindvíkingum. Ég sá ekki alveg hver það var. Líklegast verið Mattías sem fekk hann í sig, en hann endaði allavega í fanginu á Óskari Pétursinni sem búinn að koma boltanum út. Mattías hér meðan sendur hann upp á Jóhann Helgason og hann skokkar með boltan hann inn á miðjunni, gefur hann út á hægri vænginn á Guðmund Egil. Fær boltan aftur, kemur með langa sendingu upp í hornið og Brons kallar þetta frá. Alex Freyr nær þó boltanum og hér Guðfinnur meðan fyrir utan tegin og á skot í Andy Pugh að mér sýnist og aftur fyrir endamörk. Það hotspinna sem að Grindvíkingar fá. Farnir að sækja aðeins meira á Selfyssingana eftir að þeir fengu á sig markið. Og það Alex Freyr sem að tekur hornið. Það fer á nærstöngina. Sá nú ekki hvort að þetta var varið eða skallað yfir eða hvað. Hér leikurinn stöðvaður, höfuðmeiðsl. Jóhann Helgason leikur í jörðinni. Hefur líklegast fengið handlegginn á Sindra Snæ í sig í þessum látum, en sá nú ekki alveg hver það var sem átti þennan skalla þarna að marki Selfyssinga, en og mér sýndist hann vera varinn bara hreinlega á línu, hvort það var af Jóa markmanni eða varnarmanni, en allavega varði ekkert úr þessu. Kannski fór það bara í stöngina, en það allavega fer alveg að líða að lokum hér í fyrri hálfleik. 1 mínúta eftir af venjulegum leiktíma og Selfyssingar eru meðan. Jóhann Ólafur í markinu. Tekur hann þarna bara upp í róliheitunum og ætlar síðan að koma þessu langt fram völlin. Og upp í þetta hoppar Javier. Ingo tekur hann svo niður og hann finnur Javier aftur. Við með fyrirgjöf, en hún fer beint í varnamann. Sindri Snær fær þó boltan hér frá Bjarka Má. Bjóði sig djúpt og sendir hann svo tilbaka á Andy Pugh. Pugh út á Bjarka Má og Bjarki tilbaka á Sindra. Jú, þeir róa þetta bara niður. Veit ekki hvort þeir eru að teima Grindvíkingarna framar eða hvað. En þeir geta verið hættulegir í skyndisóknum Selfyssingarnir. Hér Sindri Snær meðan inn á miðjunni. Finnur Ingvar Rafn sem ætlaði líklegast að setja hann á Ingo Þórarinsson þarna. En boltinn fór alla leið tilbaka á Óskar Pétursson. Hann var fljótur að hlaupa út og ná þessu. Óskar. Og það Ingu bætt við þennan fyrri hálfleik. Klukkan bara slær í 45 og ég veit ekki hvað hægt að segja kannski mikið þennan leik annað en það að Selfyssingar hafa hér forystu 1-0. Það var Ingólfur Þórarinsson sem skoraði markið á 35. mínútu eftir skyndisókn og þau hafa svona skipst á að vera meira með boltan liðin. Það ekki alveg með prósentreikningin á hreinu, en þetta staðan. Við komum hérna aftur eftir cirka 15 mínútur með seinni hálfleikinn hér frá Grindavíkur velli, en fá nokkur skilaboð og svo heyri ég ykkur aftur á eftir. Farðu alla leið. Sísí, þetta að koma hjá stráknum. Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera.
Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, Ármúla 26. Upplifðu sólríkar strendur, forna fegurð og menningu, grískan mat og mannlíf. Krít, svo miklu meira en sólarströnd. Ferð.is Embrace your past, but live for now. Hver einasti vinnudagur fullur af spennandi tækifærum. Við sköpum hagkvæma og hentuga umgjörðum fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum land allt. Við viljum að þú og þitt fólk eigi góðan dag. Reytir. Velkomin til starfa. Why did you send me here? Warner Brothers ásamt Cocoa Puffs kynna. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will stumble. They will fall. But you will help them. You will guide them. You will give them hope. That's what this symbol means. Hope. Man of Steel. Komin í bíó. Fótboltinn hefur fært mér margt. Frábæran félagsskap, háskólanám og skólastyrk í Bandaríkjunum, margar af bestu stundum lífs míns. Það sem hefur fleytt mér áfram keppnisskapið. Ég ætla að vinna. Að klæða sig í landsliðsbúninginn toppurinn á öllu sem knattspyrnukona. Það allt hægt ef þú leggur þig fram. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipta.
Já, komið þið sæl aftur hér frá Grindavíkur velli í dag. Við erum hér í beinu útsendingu frá leik Grindvíkinga og Selfyssinga í fyrstu deild karla. Og liðin að fara að hefja núna seinni hálfleik. Staðan í hálfleik þannig að Selfyssingar eru yfir 1-0. Ingólfur Þórarinsson með markið á 30. mínútu. Og það eru Selfyssingar sem að hefja leik í seinni hálfleik, búin að senda boltan hér upp völlin. Ingólfur meðan setur hann út á Svavar Berg sem að er á urrandi siglingu upp hægri vænginn. Setur hann, ætlaði að stinga honum þarna inn á Ingo en Grindvíkingar komið þess út af. Það var Alan Sutey sem að gerði það. Þá innkast sem að Selfyssingar eiga frá hægri. Bernhard Brons skokkar á vettvang og ætlar að væntanlega að taka þetta langt. Svona förum við liðin eftir smá stund. Við sjáum hvað verður úr þessu. Það kemur inn á teginn og það hann Jósef Kristinn sem að skallar þetta út en Brons nær boltanum, fær boltan aftur á hér skot en þetta fer í Alan Sutey og siglir síðan yfir pakkan Bjarki Aðalsteins og meðan hér sendur hann út á Ingvar Rapp með skot og þetta varið af Óskari Pétursinni. Ingólfur nær boltanum, kemur með fyrirgjöfin á Andy Pugh og þetta endar í fanginu á Óskari. Stórsókn Selfyssinga hér í upphafi seinni hálfleiks. Þá kemur langur bolti fram frá Óskari en þetta skallar Ingvar Rapp. Nei, þetta var Svavar Berg afsakið. Og Sindri Snær tekur hann og setur hann svo á Ingvar Rapp. Og hann sækir hér upp völlin. Ekki alveg fengið tíma en þá allavega til þess að segja hvernig liðin eru skipuð. Já, og hér kemur löng sending fram völlin. Svavar Berg nær hann þessu, já hann nær þessu, setur hann á, ætlaði þarna að koma honum á Ingvar Rapp Óskarsson sem að koma á strauginu en Guðmundur Egill á síðustu stundu kom og skallaði þetta frá og það annað innkast sem að Selfyssingar eiga þarna upp við vítateig Grindvíkinga. Hægra megin frá og hann búinn að æfa sig svolítið í innköstum hann Bernhard Brons þannig að hann ætlar að kasta þessu langt inn á völlin en það verður að segjast eins og að Selfyssingar hafa komið af miklum krafti inn í þennan seinni hálfleik. Hér kemur innkasti frá Brons, hann finnur Andy Pugh og Pugh nær boltanum, kemur honum fyrir markið og hann kemur honum ekki fyrir markið en hann kemur honum í Jósef Kristinn og þaðan fer boltinn aftur fyrir endamörk og það hotspinna sem að Selfyssingar eiga frá hægri. Það Bjarki Már Benediktsson sem að skokkar þarna á vettvang og ætlar að spilna þess inn á teginn. Fínasta hotspinna hér og hún ratar hvert, hún fer á Óskar Pétursson, hann kýlir þetta í burtu en Selfyssingar halda boltanum eða hvað? Nei, Guðfinnur Ómar skýlur honum út fyrir, fór þaðan af Svavari Berg. Þá ná kannski Grindvíkingar aðeins að ná þeir andanum núna í seinni hálfleik en þetta var heljarinnar áhlaup sem að Selfyssingar gerðu á þá. Þegar Matthías Örn meðan setur hann yfir á Alan Sutey. Sutey upp á Kristinn, þetta Jósef Kristinn. Höfum þetta rétt. Jóhann Helgarsson komið meðan sendur hann út á Daniel. Daniel á Finnur Jóhann aftur og hann setur hann upp á Guðfinn en þetta gerir Bjarki Aðalsteinsson virkilega vel, stígur þarna fyrir hann. Boltanum á Luka Jakasic sem að leikur þarna á og rúlar honum tilbaka á Bernhard Brons. Kemur líklega löng sending fram völlin frá Brons, já og þetta skallað áfram af Daniel. Jóhann Helgarsson, hann vinnur þarna innkastið. Boltinn hefur farið af Ingo og út fyrir en þá sækja þeir hratt. Alex Freyr sem kom inn á sem varamaður setur hann hér inn á teginn en Guðfinnur rétt missir af boltanum. Matthías meðan setur hann upp á Scott Ramsey. Scott á Jóhann og hann tilbaka á Matthías og hann yfir á Alan Sutey. Setur hann upp á Daniel. Daniel með langa sendingu hér upp í hægra hornið. Þar Guðmundur Egill. Hægri bakvörður, hann reynir að setja hann hérna inn á teginn en Sindri Snær nær þessu. Setur hann tilbaka á Andy Pugh. Andy upp á Ingo og Ingo tilbaka á Bjarka.
Kemur sendingin fram völlin frá Bjarka á Ingvar Rafn sem að náði að skalla þetta eitthvað aðeins áfram. Grindvíkingar náðu þó að stoppa það að Selfyssingar komist í einhverja skyndisókn. Það fara að tala aðeins og rætt hana. En þeir senda hann tilbaka. Sindri Snær setur hann tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson. Hann á Jóa í markinu og hann út á Andi. Jói bara speitir honum svo langt fram völlin. Hrópar Daniel Leo Gretarsson manna hæst. Skallar þetta eitthvað fram og Selfyssingar setja hann áfram og það hann Mattías Ört sem að setur þetta bara beinustu leið út af. Ég fyrir væntalega ætla að reyna að koma þarna á samherja en það hefnaðist ekki og það innkast sem að Selfyssingar eiga. Og hann rekinn framar til að taka þetta. Bernhard Brons ná vallarhelmingi Grindvíkinga. Hér eru, Súrbano við það að vinna boltan. En Grindvíkingarnir hreinsa fram. Scott Ramsey tekur hann niður, kemur honum á Alex Frey. Kemur lung sending stunga þarna upp frá Jósef Kristni. En Selfyssingar konum við boltan aftur. Sindri Snær með hann og það brotið á honum. Já. Þetta það sem við getum kallað professional brot hjá Alex Frey Hilmarsinni. Fær Andy Pugh boltan tilbaka og rúlar honum upp á Ingvar Rafn Óskarsson og Jóhann Helgason brýtur á honum. Rétt inn á vallarhelmingi Grindvíkinga og Ingo höldur á boltanum, ætlar að taka þessa aukaspinnu. Tekur hann bara stutta, setur hann á Luka Jakasic. Hann tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson. Tekur skokkið upp öllin og ég sé að Bernhard Brons komin á hörkusprett en nær ekki þessu enda þessi sending allt og föst upp hægri vanginn og aftur fyrir endamörk. Það markspinna sem að Grindvíkingar eiga. Kannski léttamaður segi hvaða menn eru inn á vellinum. Í markinu hjá Grindvíkingum Óskar Pétursson og aðrir leikmenn eru Daniel Leo Gretarsson, Alex Freyr Hilmarsson sem að koma inn á sem varamaður í fyrir hálfleik fyrir Shurai Grisey, Jóhann Helgason fyrirliði, Mattías Friðriksson, Scott Ramsey, Alan Sutey, Dennis Sitnik, Guðfinnur Þórir Ómarsson, Guðmundur Egill Bergsteinsson. Hvað að gerast hér? Hér Guðfinnur með boltan. Scott Ramsey með skot og þetta glæsilega varið af Jóhanni Ólafi. Hörku sprettur þarna hjá Grindavík og þetta var glæsilegt skot og líklega ennþá glæsilegri markvarsla. Þetta hefði verið mjög fallegt mark allavega og ég klári nú lið Grindvíkinga. Guðmundur Egill Bergsteinsson og Jósef Kristinn Jósefsson. Reynum bara yfir Selfyssingarna á eftir næst þegar gefist dauður tími. Hér kemur hotspinnan, það Alex Freyr sem að tekur þetta. Til Pugh skallar þetta frá og Ingvar hreinsar þetta ennþá lengra en Grindvíkingar eru þó með boltan. Guðmundur Egill setur hann inn á teginn en Jói hoppar ekkert sérstaklega hátt, hann bara með þetta alveg örugglega. Jóhann Ólafur Sigursson, markvörður Selfyssinga með langa spyrnu hér framvöllin. Javier Súrbano reynir að taka þetta niður en hann flýgur yfir allan pakkan. Kannski fer ég yfir lið Selfyssinga, aðrir leikmenn. Hér Bjarki Már Benediktsson, Andy Pugh, fyrirliði Bernhard Brons, Svavar Berg Jóhannsson, Ingvar Rafn Óskarsson, Ingólfur Þórarinsson, Bjarki Aðalsteinsson, Javier Súrbano, Lasalle, Luka Jakasic og Sindri Snær Magnússon. Og það var Ingólfur Þórarinsson sem skoraði markið á 35. mínútu. Hér Alan Sutey með boltan, kemur honum upp á Daniel Gretar, fær boltan aftur, Daniel Leo segi ég, setur hann svo upp á Jóhann Helgason. Fær boltan aftur og hendur hann yfir á Mattías. Hér Guðmundur Egill meðan hægri bakvörður, kemur honum upp á Dennis Sitnik en Selfyssingar setja þetta út af. Það hann Ingvar Rafn Óskarsson sem var þarna í Sitnik og potaði boltanum út fyrir hliðarlínuna. Jóhann Helgason meðan hér inn á miðjunni, setur hann upp á Guðfinnur finnur Scott Ramsey og hann út á Guðmund Egil sem hér einn út á kantinum, kemur með fyrirgjöfina og hvað verður úr þessu? Selfyssingar ná þessu. Bernhard Brons, hann ætlaði að fara að skalla þetta en hitt ekki boltan en
Selfyssingar ná að hreinsa þetta fram og hér Luka Jakasic með boltann inn á miðjunni, kemur honum á vinstri vænginn, þar Bjarki Már Benediktsson, hann sendir hann á Ingo, heldur hlaupin áfram, vildi líklega fá hann aftur en hér Ingvi Rafn með hann, sendir hann á Bjarka og Bjarki nær fyrirgjöfinni og Alens Útey skallar þetta frá en Ingvi Rafn tekur hann þó niður, setur hann út á Luka Jakasic, hann reynir honum yfir á hægri vænginn, þar Bernhard Brons sem skilar hann bara aftur tilbaka á Luka upp á Ingo búinn að vera mjög virkur í þessum leik, ætlaði þarna að fara í þrýrning við Svavar Berg en Grindvíkingar komust inn í þetta og freista þess að sækja hratt. Alex Freyr sækir hér á Bernhard Brons upp hægri vænginn, upp vinstri vænginn segi ég, en Selfyssingar ná þessu og koma þessu í innkast. Það Bjarki Aðalsteinsson sem að gera það bara alveg á síðustu stundu. Við erum að tala það að það eru 55 mínútur liðnar af þessum leik. Einhverjar 10 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Þaðan 1-0 fyrir Selfoss, hér vinna Selfyssingar boltan. Javier Surbano tekur hann vel niður, kemur honum á Ingo. Ingo sendir hann á Svavar Berg sem að með lélega sendingu inn á miðjuna en Dennis Sitnik rétt mist af þessu. Bjargaði eiginlega Selfyssingum, hér kemur Bjarki Már með langa spyrnu fram völlin en þetta fer beinustu leið út af. Guðmundur Egill hægri bakur Grindvíkinga kastar honum inn á Jóhann Helgason en Ingo nálagt í að vinna boltan þarna af honum en Grindvíkingar bjarga þessu. Hér eru þó Selfyssingar búnir að vinna boltan. Javier Surbano setur hann á Sindra Snæ, Sindri inn á Ingólf og hvað gerir Ingólfur? Ingólfur setur hann inn á Sindra og Sindri reynir hérna að leika á Grindvíkinga en Jóhann Helgason gerir þetta virkilega vel, skýlir honum þarna boltanum þar að segja, réttar að bara stígur inn í hlaupaliðina hjá Sindra Snæ og hann missir boltan út af. Grindvíkingar komnir með hann aftur. Daniel Leo með hann hér inn á miðjunni, sendir hann út á Jósef Kristinn, Jósef upp á Alex Frey, fær boltan aftur og þeir reyna svo að þrýrningast þarna eitthvað út á kantinum en svo, Grindvíkingar ná boltanum, Selfyssingar vilja fá aukaspyrnu en það ekkert. Grindvíkingar með háa sendingu hér upp völlin en Bjarki Már nær þessu, kemur honum upp á Ingvar Rafn sem að sendir hann tilbaka á Andy Pugh, hann með langa sendingu fram völlin. Javier tekur þetta virkilega vel niður, setur hann á Ingo og Luka svo á Sindra Snæ. Sindri tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson. Erfitt að hafa tvo Bjarka í liðinu en menn lifa það örugglega af einhver tíman. Selfyssingar með boltan hér, Brons keirir hérna eitthvað inn á miðjuna, setur hann á Bjarka Aðalsteinsson, fær boltan aftur og sendir hann bara tilbaka á Jóa í markinu og Jói með langa sendingu fram völlin. Hér var Selfyssingar ná að taka þetta niður en dæmd rangstaða. Það var Jói með Bjarki Már var alveg frýr hér á vinstri kantinum en Jói kaus að senda hann bara langt fram. Og þá sækja Grindvíkingar. Hér brotið á Alex Frey. Það hann Svavar Berg sem að gerir það. Fær þarna tiltal frá Ívari dómara. Grindvíkingar búnir að taka þetta bara stutt, senda hann tilbaka. Sútey með hann. Stur hann upp á Scott Ramsey. Ramsey með sendingu hér upp völlin og hér brýtur Brons á Jósef Kristni. Rétt fyrir utan teig og þarna á hann að fá gult spjald samkvæmt reglubókinni. Kippir þarna í Jósef Kristinn sem var á urrandi siglingu upp völlin. Fær aukaspyrnuna hér rétt fyrir utan vítateig Grindvíkinga. Þetta bara þetta alveg í blúsandi feeling. Þetta fær ekki til sett ykkur. Skotmann eins og Scott Ramsey vinstra megin við vítateig Selfyssinga og skulum sjá hvað Ramsey gerir við þessa spyrnu. Þeir eru þannig nokkrir inn á tegnum.
og það eru allir leikmenn Selfyssinga inn í vítateig þeirra allavega. Það eitthvað aðeins að tefjast þarna. En þá lítur Ívar að fara að flauta þetta á. Ramsey með aukaspyrnu hér inn á teginn. Hvað verður úr þessu? Þetta skalla frá af Javier Zurbano. Beygir sig þarna eiginlega í hnéhæð og skallar þetta út. Grindvíkingar með boltan. Guðmundur Egill. Hér hægra megin setur hann á Dennis Sitnik. Hann með Bjarka Má í bakinu. Rúlar hann tilbaka á Guðmund. Og nú Bjarki kannski komin aðeins út úr stöðu en Ingvar reynir að passa sig allavega. Grindvíkingar með boltan. Guðmundur Egill setur hann upp á Sitnik. Sitnik tilbaka á Guðmund en þeir missa boltan út af. Guðmundur setur hann bara beinustu leið út af og það innkast sem að Selfyssingar eiga. Bjarki Már. Þau ætlar bara að kasta þessu langt inn á völlin. Javier Zurbano tekur þetta og fær innkastið, tekur þetta niður. Velgert fær innkast hér við miðju Selfyssinga. Nei, miðju vallarinn segi ég. Þá gera Grindvíkingar skiptingu. Inn á að koma leikmaður númer 11. Og út af að hann heitir, skal ég ykkur segja, Hafþór Ægir Vilhjálmsson og Jóhann Helgason fyrirliði sýnist mér að vera farin út af. Nei. Jú, það passar. Og þá Matthías Már kominn með fyrirliða bandið hjá Grindvíkingum. Hafþór Ægir, stór hættulegu leikmaður. Virkilega flottur leikmaður. Ekki hafi einhver lið verið á eftir honum þegar Grindvíkingar féllu í fyrra. En þeir héldu mörgum af sínum leikmönnum allavega. Flestum það ekki. Það kannski munurinn á þessum liðum. Þetta eru náttúrulega liðin sem að fjallu í fyrra. Hér kemur löng sending fram völlin. Svavar Berg nær þessu, heldur þessu inn á, kemur með sendingu inn á teginn og þetta fer hátt upp í loftið og Óskar Pétursson grípur þetta. Fljótur á komunum út á Jósef Kristinn sem á flegi ferð upp kantinn, rennur honum út á Hafþór Ægi. Og Hafþór stingur hérna bara hreinlega Svavar Berg af, sækir á brons. Brons kemst fyrir þetta og ekkert verður úr þessari fyrirgjöf. Kemur sending langt fram völlin. Zurbano tekur hann niður með Ingvar hér með sér vinstra megin og hann nær að halda þessu inn á. Með Bjarka Má með sér. Bjarki setur hann aftur á Svavar, virkilega vel gert og fær boltan aftur. Nær hann þessu? Nei, Grindvíkingar ná að koma þessu út af. Guðmundur Egill rennir sér þarna fótskriðu og potar boltanum út af í innkast en ekki hotn. Það Bjarki ætli bara að taka þetta innkast sjálfur. Ætla ekkert að vera að reyna að taka þetta langt eitthvað. Og hann ekki búinn að því ennþá. Það setur hann boltan inn á og Grindvíkingar setja þetta í innkast aftur. Bjarki kemur honum á Ingo. Ingo finnur Ingvar Rafn eða missir boltan aðeins og langt frá sér. Guðmundur Egill nær þessu, þá hreinsa Grindvíkingarnir þetta út af. Það innkast. Þetta stór sókn eða svona eftir að Grindvíkingar hafa verið meiri með boltan svona í seinni hálfleik, síðustu mínútur þar að segja. Selfyssingar að freista þess að ná þarna nokkrum mínútum eiga hér innkast en Scott Ramsey kemst inn í þetta. Sendir hann fram á Guðfinn og fær svo boltan hér á urrandi siglingu upp hægri vænginn. Andy Pugh kemst fyrir þetta eða hvað. Hér vilja Grindvíkingar fá víti. Bernhard Brons í tómum vandræðum. Ætlaði eitthvað að kassa boltan þarna niður og þeir vilja fá víti á hendi. En þeir sáu það ekki, dómararnir allavega. Þannig að það ekki dæmt og boltinn löngu farin út af. Náttu skot þarna Grindvíkingarnir í, sá ekki hvort það var Hafþór Ægir. Hann sendi boltan fram hjá eða yfir markbyrna frá marki Selfyssinga. Jóhann Ólafur með langa sendingu fram völlin. Javier Zurbano tekur þetta niður, krallar hann á Sindra Snæ. Upp á Svavar Berg segi ég. En Grindvíkingar komnir með boltinn. Hafþór Ægir hér meðan inn á miðunni, setur hann tilbaka á Daniel og hann tilbaka á Matthías. Matthías hér á Guðmund Egill, hann sækir inn á völlin, finnur Guðfinnur út á Dennis Sitnik, hann á Scott Ramsey inn á Daniel en hann missir boltan. Sindri Snær nær honum,
kemst inn í þetta og gerir vel leikur þarna á sendir hann á Ingólfur Þórarinsson. Ingólfur upp á Javier Urbano og hann ætlar þarna að leika á Mattias. Það ekki hjá honum, en Selfyssingar eru þó komnir inn á teig Grindvíkinga og á síðustu stundu kemur Guðmundur Egill og setur þetta út af. Ingvi Rafn Óskarsson var alveg við það að komast í virkilega góða stöðu. Sýndist svona Urbano vera að klúðra þessu, en hann náði því og þeir eru ósáttir hér á bekknum hjá Grindvíkingum. Brons með langt innkast og þetta fer á Urbano sem að nær skotinu á markið, og á síðustu stundu Luka Jakasic nær hann boltanum og setur hann vel yfir markið. Vill fá horn, en það ekki. Grindvíkingar fljótir að taka þessa markspyrnu. Dennis Sitning með hann upp á vinstri vagnum. Hægri vagnum segi ég, rúlar honum tilbaka. Lensutei setur hann upp á Alex Frey. Alex út á Jósef Kristinn. Jósef reynir að koma honum inn á Guðfinn, en Selfyssingar ná þessu og hér meiðir Alex Freyr sig. Dæmt aukaspyrna eða hvað? Já, það dæmt aukaspyrna líklegast á Svavar Berg. Stíið þarna fullharkalega á öklan á Alex Frey Hilmarsinni. Og mér sýnist það bara hreinlega að vera aukaspyrna sem að Grindvíkingar fá. Fannst eins og Ívar Orri ætlaði bara hreinlega að leyfa þessu að ganga áfram. En þeir eru búnir að taka aukaspyrnuna. Hér Hafþór Ægir með hann. Reynir hér að leika á Svavar Berg og það tekst hjá honum með sendingu inn á teginn, og Brons ætlar hann eitthvað að leika sér með boltan, en nær boltanum með að hvað sendir hann beint á Hafþór Ægi, og það þarf veist ekki Ingólfur Þórarinsson til þess að reyna að bjarga þessu. Kemur sending inn á teginn frá Grindvíkingum, en þar skella þeir saman Andy Pugh og Dennis Sitning, og þetta getur ekki verið gott. Höfuðmeiðsli stoppað eins og skot. Sitning þó staðinn upp, en Pugh liggur eftir og heldur andlitið á sér, og hún það Selfyssinga vegna að þetta sé ekki alvarlegt. Það væri leiðilegt að missa fyrirliðan sinn út af. Það var bara alltaf leiðilegt að missa menn út af. Svo sjá hvað verður úr þessu öllu saman. Hann heldur allavega ennþá andlitið á sér. Hreinlega heiða sér eins og hann sé. Já, hann heldur allavega ekki lengur með báðum höndum andlitið á sér. Búið að vera mikið líf í þessu síðustu mínúturnar. Skipst á að sækja, og Hafþór Ægir Vilhjálmsson, hann ætlar að koma með bara virkilega ferska strauma þarna inn í Grindavíkurliðið. Það ákaflega leikinn leikmaður. Líklegast mörg lið sem að í úrvalsdeild, í Pepsi-deild, sem að hefðu gaman af því að hafa þennan leikmann í sínu liði, en hann ennþá í Grindavík. Hélt sig í Grindavík. Sér það að Andy Pugh staðinn upp, og þá getur leikurinn hafist. Og Ólafur hér með langa sendingu fram völlin. Ingvi Rafn ætlar að hoppa upp í þetta, en missir hann eitthvað yfir sig. Grindvíkingar senda hann tilbaka á Óskar Pétursson, sem að kemur með langan bolt upp á Sitning, en Bjarki Már hoppar þarna og nær þessu. Og Selfyssingar vinna boltan. Ingólfur Þórarinsson með hann, sendir hann upp í hornið á Bjarka Má. Bjarki með fyrirgjöfina, en hún léleg. Og Lensutei setur þetta aftur fyrir endamörk. Það hotspinna sem að Selfyssingar eiga núna frá vinstri. Svo fyrsta bara í leiknum, held ég, þeim megin frá sem að þeir fá. Þeir eru farnir hann inn á teginn, hávöxnu mennirnir nokkrir. Það Ingólfur Þórarinsson sem að stillir boltanum upp og ætlar að koma þessi inn á teginn. Verið virkilega sprækur í dag, Ingo, í liði Selfyssinga.
Sendingin inn á tegin og það Andy Pugh sem að hoppar manna hæst og setur þetta framhjá. Fékk að hann nánast frían skalla en náði ekki að stýra honum á markið. Þannig að Óskar Pétursson stillir bara boltanum upp og ætlar að sparka þessu langt fram völlinn og þá hygg ég að Grindvíkingar ætli bara hreinlega að gera sína þriðju og síðustu skiptingu. Löng sending fram frá Óskari. En Selfyssingar búnir að vinna boltan. Javier vann, setur hann á Sindra Snæ sem að kemur honum á Ingo. Og hvað gerir Ingólfur? Ingólfur finnur þarna Javier sem komin yfir á hægri vænginn. Reynir hún tilbaka á Luka Jakasic og hann á Surbanu aftur. Út á Sindra Snæ og Sindri tekur þarna snúning. Leikur á Dennis Setnik. Reynir hún svo út á vinstri vænginn á Bjarka. Bjarki inn á Ingo og fær boltan aftur. En nær ekki að koma nægilega vel inn í hlaupið og síðan missa Selfyssingar boltan út af. Réttar að sagt, Grindvíkingar koma þannig tónni inn í þetta, setja ný Selfyssinga og út af og eru búin að vinna boltan. Guðmundur Egill hér meðan upp í honni. Tilbaka á Mattías. Mattías upp á Daniel. Daniel tilbaka á Alain Soutey. 20 mínútur eftir af venjulegum leiktíma cirka, eða 19 mínútur. Staðan ennþá 1-0 fyrir Selfoss. Það var Ingólfur Þórarinsson sem skoraði markið í fyrri hálfleik. 2005 mínútu. Hér kemur löng sending upp völlinn frá Mattíasi Erni. Beint út af. Selfyssingar fá innkast. Bernhard Brons hægri bakvörður búinn að taka það, kemur honum inn á Bjarka. Fær boltan aftur frá Luka og setur hann tilbaka á Jóa sem setur hann langt fram völlinn. Og þar hoppaður upp í einhverja baráttu. Og Selfyssingar búnir að vinna boltan á miðjunni, það gerir Sindri Snær. Leikur hér á Daniel og með hörkuskot og þetta glæsilegt mark. Þvílík negla frá Sindra Snæ Magnúsinni. Þetta að gerast hér á 72. mínútu. Og það ekkert hægt að gera í svona löguðu. Selfyssingar komnir í 2-0 og áður en að Grindvíkingar taka miðuna þá gera þeir skiptingu. Það hann Guðfinnur Þórir Ómarsson sem að koma út af og Stefán Þór Baldursson að koma inn á, en þetta mark, maður lifandi, þetta var rosalegt. Svona á að negla knettinum. Það ekkert allt of miklum vindi og Selfyssingar komnir í 2-0. Í hvort að verðum eiginlega bara að segja að hann hafi átt þetta hreinlega einn og sjálfur, fekk boltan inn á miðjunni frá Javier. Spilaði svo bara upp völlinn, lék á 1-2 og neld honum í netið. Óskar Pétursson átt ekki séns. En leikurinn farinn af stað aftur. Grindvíkingar hér meðan. Guðmundur Egill setur hann inn á Daniel. Daniel út á Jósef á Dennis Setnik sem komin vel út á kantinn en missir þarna boltan og Svavar Berg nær honum. Mikill í baráttu. Kemur honum inn á Ingo. Ingo við það að missa boltan en kemur honum á Luka Jakasic. Hann á flegi ferð upp völlinn en með ömurlega sending út á vinstri vænginn. Scott Ramsey nær þessu. Ætlar að setja hann inn á varamanninn. Stefán Þór Pálsson. Selfyssingar búnir að vinna boltan aftur. Ingo meðan setur hann aftur á Sindra Snæ. Sindri tilbaka á Jóa. Jói kemur bara meðan langan og þetta alla leið út af. Gunnar Guðmundsson þjálfari tekur bara vel á móti þessu og þá ætla Selfyssingar að gera skiptingu. Út að vera að koma Ingólfur Þórarinsson. Búinn að vera mjög duglegur í þessum leik. Skoraði, ég veit ekki hvort ég á að segja, glæsilegt mark í fyrri hálfleik. En það var allavega mark. Og inn á að koma Magnús Ingi Einarsson. Ungur kantmaður. Og já, hvað hann að flauta? Ívar Orri dómari. Já, þeir tóku innkastið aðeins svo snemma. Hann var ekki búinn að taka sér stöðu línuvörðurinn eða aðstóðar dómarinn. En nú geta þeir tekið að Guðmundur Egill rennir hún tilbaka á Mattías yfir á Alain Soutey.
finnur Alex Frey hér inn á miðju. Alex upp á Daniel og Matthías fær hann svo, hleypur upp völlin, kemur með langa sendingu fram völlin og upp í þetta stokka þeir Bjarki Aðalsteinsson og Daniel Pálsson, og kemur fyrirgjöf frá Grindvíkingum. Dennis Eitnik sett hann þarna inn á teginn, hann komið með hann svo fyrir utan og á frekar máttlust skot með vinstri fæti beint á Jóhann Ólaf í marki Selfyssinga. Hann heitir Stefán Þór Pálsson, við skulum hafa þetta rétt. Það var ekki Daniel sem átti þetta. Lungt útspark frá Jóa og Grindvíkingar búnir að vinna boltan og hér aukaspyrna. Nei, þeir halda boltanum og þetta líklegast spjald. Það fór Luka Jakasits full hátt með boltan, nei, löppina sig í boltan. Þetta var 50-50 bolti, hann sleppur. En það aukaspyrna sem að þeir eiga Grindvíkingarnir. Gunnar eitthvað ósáttur við það að þeir væru búnir að fá hagnaðinn þarna Grindvíkingarnir, en var svo sem ekkert úr þessu, þannig að það allt í lagi að þeir fái aukaspyrnu. Þetta var allavega brot, það fer enginn að rífast um það. Hér kemur Jósef Kristinn með sendinguna inn á teginn. Javier Surbano hoppar hátt í loft upp og skallar þetta svona eiginlega til hliðar. Og Stefán nær boltanum, kemur honum inn á hvert, hér dauðafæri. Daniel Leo Gretarsson í svakalegu færi og Jóhann Ólafur með viðbrögð kattarins nær að slá þetta yfir. Þetta kunna stuðningsmenn Selfoss í stúkunni allavega að meta. En Alex Freyr búinn að stilla boltanum upp aftur, kemur honum út á Hafþór Ægi. Hafþór sækir hér inn á teginn, setur hann út á Alex aftur. Alex með sendingu inn á teginn og þetta fer alla leið aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá marki Selfyssinga. Vallarklukkan hér sýnir 76 mínútur og 40 sekúndur cirka. Þannig að við eigum ekki að segja, sé einhverjar 16-17 mínútur eftir af leiknum, þar af 13 af venjulegum leiktíma. Jói hér með útsparkið langt fram völlin upp í þetta. Hoppaðir Daniel og Ingvi Rafn og Javier tekur svo bolta niður. En Scott Ramsey gerir vel nær boltanum, rennur honum á Alex Frey. Hann út á Hafþór Ægi sem að býr sér til pláss. Leikur þarna á Svavar Berg. Sendir hann svo tilbaka á Matthías og Matthías með langa sendingu upp völlin. En þarna rennur Stefán aðeins til á vellinum og Selfyssingar búnir að vinna. Bernhard Brons leikur þarna á Jósef, kemur honum upp á Javier, en Daniel Leo náði þarna að pota aðeins í boltan og frekar pirraður. En Grindvíkingar taka aukaspyrnuna. Ég hildi þannig að meina að Javier hefði bara hreinlega stíð á sig. Svavar Berg var síðan dæmdur brotlegur, en hér Matthías með boltan. Og kemur með háa sendingu upp völlin, en Bjarki Már Benediktsson skallar þetta fram og framleikir Sindri Snær yfir á Magnús Inga Einarsson varamann. Kemur hún tilbaka á Luka Jakasits og Luka finnur Sindra Snæ markaskorara með meiru allavega. Rennir boltanum út á Bjarka og Bjarki upp á Magnús Inga. En Matthías kemst inn í þetta og setur boltan út af. Innkast sem að Selfyssingarnir eiga. Bjarki Már bakvörður stendur þarna með boltan og sjáum hvað verður úr. Það reynir nokkuð að stilla þessu upp í fast leikadrið. Þeir hafa allavega forystuna Selfyssingar þegar að einhverjar 11-12 mínútur eru eftir. Javier hann nær þessu eða hvað, brýtur svo á Scott Ramsey og þeir fá aukaspyrnuna Grindvíkingarnir. Það var þarna klókur Ramsey, komst hann inn á milli og fór fram fyrir sig, en Grindvíkingarnir komnu með boltan. Alex Freyr með hann hér inn á miðju, setur hann á Daniel Leo, Daniel á Scott Ramsey. Reynslubolta frá Skotlandi yfir á Alan Sutey og Sutey finnur þarna Hafþór Ægi sem að leikur á þá 2 eða hvað.
reynir að koma boltanum aftur á Sútey sem að, já, hann bara kominn inn á teig. Selfyssingar kemur hér með sendingu á, Stefán, varamann, vel gert. Stefán Þór Pálsson, varamaður, nær þarna þvílíkri snertingu, laumu getur við sagt. Og það allt galopið á Grindavíkurvelli. Þetta mark að koma hér á 80. mínútu. Stefán Þór Pálsson búinn að minnka munin fyrir Grindvíkinga og er að búa til leik úr þessu. Ætlar að vera alveg rífandi stemming þar sem eftir allavega. Selfyssingar búnir að taka miðjuna. Fekk þarna, ætlaði ég að segja, Stefán fekk þarna, flottan undirbúning frá Hafþór Ægi og það eru varamennir sem eru búnir að búa þetta til. Þeir sækir Scott Ramsey upp vinstri vanginn, hægri vanginn segi ég. Magnús Ingi setur þetta út af, tilbaka á Mattías í vörninni. Alex Freyr hér með hann inn á miðjunni, setur hann út á Jósef Kristinn og hann rúlar hann tilbaka á Alan Sútey. Hann á Mattías. Mattías út á Guðmund Egil. Hann finnur Scott Ramsey en Ramsey setur boltan beint í lappirnar á Magnúsi Inga Einarsinni. Sindri Snær með hann inn á miðjunni, setur hann tilbaka á Bjarka Aðalsteinsson sem að kemur honum á Bernhard Brons en þetta eitthvað, það einhver smá örvænting í þessu hjá þeim. Hann hreinsar þetta langt fram völlin, fær svo boltan aftur og þeir eru við það að ná boltanum á honum en hann einhvern veginn leysir úr þessu leikur á það og nokkra kemur boltanum fram á Ingvar Rafn Óskarsson. Hann ætlar að finna þarna félaga sinn Svavar Berg en Grindvíkingar komnir inn í þetta. Stefán Þór Pálsson, markaskorari, setur hann út á Hafþór Ægi. Og Hafþór Ægir nær fyrirgjöfinni og Stefán Pálsson í dauðafæri og glæsileg markvarsla þarna frá honum Jóa. Þeir eru sko heldur betur að sækja sig veðrið, Grindvíkingarnir hérna í restina og það var þetta nú bara snildar markvarsla hjá honum Jóhanni Ólafi sem kom í veg fyrir það að Grindvíkingar jöfnuðu leikinn. En það alveg bullandi líf á vellinum, það vantar ekki. Markspyrnan frá Jóa og Javier nær þessu, setur hann á Sindra Snæ sem kemur þarna á sprettinum. Finnur Magnús Ingi með fyrirgjöfina en þetta fer af Guðmundi Agli og aftur fyrir endamörk. Það hotspyrna sem Selfyssingar eiga og sýnist Magnús Ingi bara stilla honum upp sjálfur hérna á vinstri vængum. Þetta sem sagt vinstra megin frá. Og þeir eru komnir inn á tegin. Miðverðirnir. Þannig að 2-1 ekki talin vera fórusta á Selfossi allavega. Kemur hotspyrnan frá Magnúsi en hún skölluð hátt upp í loft. Hann nær þó boltanum aftur, setur hann inn á tegin. Bjarki Aðalsteinsson, dauðafæri. Skallar hann aftur fyrir sig en Óskar Pétursson ver þetta stórglæsilega og svo heldur sóknin áfram hjá Selfyssingunum en Luka Jakasic hér dæmdur brotlegur, brýtur á Scott Ramsey og fær að launum gult spjald hjá Ívar á Orra segi ég dómara. 7 mínútur eftir af venjulegum leiktíma, staðan 2-1 á Grindavíkurvelli og þeir ætla sér að skora meira Grindvíkingarnir, það sést alveg á leik þeirra í dag. Það að segja þessar síðustu 10 mínútur allavega. Alan Sútey hér með boltan. Jósef fær hann aftur. Það að rúla honum hér upp á Dennis Sitnik. Selfyssingar komast inn í sendinguna segi ég en Scott Ramsey nær boltanum. Og hvað verður úr þessu? Þeir sækja hér upp völlin Grindvíkingarnir en Selfyssingar hreinsa þetta fram. Ramsey fær boltan, setur hann upp á Jósef Kristinn, glæsileg sending frá Ramsey. Jósef með sendinguna fyrir markið en Bjarki Aðalsteinsson setur þetta út af. Setur þetta alla leið út af. Hann fljótir að taka innkastið Grindvíkingar Sútey. Setur hann á Jósef Hafþór Ægir hér með sendingu inn á tegin en Andy Pugh hoppar manna hæst. Og skallar þetta frá og svo verður þarna eitthvað úr þessu og þeir eru dæmdir brotlegir Grindvíkingarnir. Stefán Þór Pálsson, varamaður og markaskorari með meiru, brýtur þarna á Bjarka Aðalsteinsinni. En þeir eru að gera sig mjög líklega Grindvíkingarnir og
Við erum að fá alveg bullandi spennu og skemmtilega heitt hér í restina. Jóhann Ólafur stillir hér boltanum upp til þess að taka þessa aukaspinnu. Einhver bolti fram við völlin en Scott Ramsey tekur þetta niður. Reynir að senda hann fram en Andy Pugh tekur þetta niður. Svavar Berg ætlaði þarna að senda hann á Sindra Snæ en Grindvíkingar komust inn í sendinguna. Löng sending svo fram völlin, reynsun fram völlin hjá Selfyssingum og Alan Súti tekur þetta niður bara við endalínuna. Egin endalínu sendur hann tilbaka á Óskar Pétursson. Óskar á Mattias upp á Daniel Leo. Daniel finnur hér Alan Súti aftur. Rúlar honum yfir á Mattias. Mattias með langa sendingu upp völlin en Andy Pugh skallar þetta fyrir lappirnar á Bjarka Má sem að sendir hann beint í lappirnar á Scott Ramsey og hér Daniel Leo dæmdur brotlegur. Magnús Ingi Einarsson náði þarna að vera aðeins á undan Daniel í boltan og það aukaspinna sem þeir eiga Selfyssingar. Og þá ætla þeir að gera skiptingu. Það Sigurður Eyberg Guðlaugsson. Hann ætlar að koma inn á í staðin fyrir Bernhard Brons. Það bara bakvörður fyrir bakvörð. Brons búinn að hlaupa mikið, á gulu spjaldi og lítið farinn að þreytast, þannig að þetta skiljanleg skipting hjá Gunnari Guðmundsssyni. Leipur Sigurður Eyberg bara beinustu leið þarna í hægri bakvarðarstöðuna og þá geta þeir tekið aukaspyrnuna. Það hann Jói markmaður, eins og hann alltaf kallaður. Setur hann þarna fram og Svavar Berg nær að taka þetta niður en Grindvíkingar ná boltanum. Hafþór Ægir hér á urrandi siglingu upp vinstri vænginn. Setur hann upp á Jósef Kristinn en Sigurður Eyberg setur boltan í Jósef og þaðan fer hann og út af. Hingast sem að Selfyssingar eiga. 3 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Þegar Sigurður Eyberg tekur þetta hingast upp völlin. Þar náði Javier Surbano að skalla þetta eitthvað fram. En Jói nær þessari sendingu þarna frá honum Jósef Kristni. Var löng upp í hornið og Jói tók þetta bara niður, sparkar boltanum svo langt fram völlin. Javier þarna í baráttu við Alan Súti og hann misti skóinn. Þá eru Selfyssingar í ágætis stöðu. Luka Jakasic hér með hann inn á miðjunni. Sendir hann út á Bjarka Má Benediktsson. Bjarki aftur inn á Jakasic. Jakasic snýr þarna á Daniel Leo. Setur hann svo inn á Magnús Inga. Magnús Ingi með Guðmund Egil í bakinu en missir boltan út af. Það innkast sem að Grindvíkingar eiga hér hægra megin. Mikið líf og fjör hér á Grindavíkurvelli akkurat þessar mínúturnar. Scott Ramsey fær boltan. Setur hann tilbaka á Mattias Örn. Mattias yfir á Alan Súti. Súti, hann hleypur bara hér fram völlin, sendir hann á Alex Frey. Fær hann svo aftur, komin inn á miðju og sækir bara ennþá lengra. Reynir að setja boltan inn á Dennis Sitnik. Þar Luka Jakasic dæmdur brotlegur. Þá held ég að Grindvíkingarnir seti alla sína menn. Ég hreinlega hissa á því að Óskar markvörður sé ekki komin inn á tegin líka. Þar eru allir Selfyssingarnir. Og Scott Ramsey ætlar að taka þetta. Kemur aukaspinnan og hún hún ratar hvert, hún ratar inn á tegin. Þar taka þeir þetta niður. Það Jósef Kristinn sem að á skot yfir markið. Var í ekkert allt og góðri stöðu strákurinn.
og náði ekki að beygja hnéð eins og sagt er. Boltinn fer aftur fyrir endamörk og það er markspyrna frá marki Selfyssinga, Jóhann Ólafur Sigurðsson, sem hefur svo sannarlega verið betri en enginn í marki Selfyssinga í dag. Varið í 2 eða 3 gang allavega stórglæsilega. Löng sending frá honum fram völlin. Grindvíkingarnir búnir að vinna boltan. Guðmundur Egill hér meðan sendir hann tilbaka á Matthías. Matthías sækir bara inn að miðin og kemur svo með langa sendingu upp í hornið á Hafþór Ægi. En Sigurður Eyberg hoppar upp í þetta og boltinn fer út af. Hafþór Ægir fljótur að taka innkastið, setur hann inn á Alex Frey. Alex inn á miðjuna. Sendir hann tilbaka Matthías. Matthías út á Guðmund. Guðmundur upp á Skotti og Skotti þannig í baráttu við Bjarka Má og Bjarki fær innkastið. Sýndist nú Bjarki sparka boltanum út af en ekki mat aðstoðardómarinn það svo þennan daginn. Kemur innkastið frá Bjarka. Javier hoppar upp í þetta og vinnur boltan og Alan Sutey setur hann svo langt upp í loftið og Magnús Ingi er dæmdur brotlegur. Þjálfararnir að verða alveg brjálaðir. Það Gunnar Guðmundsson sé orðin eitthvað eilítið skapheitar allavega. Hér kemur Jósef Kristinn með aukaspyrnuna. Hún er há og hún er langt inn á tegin en þetta skallar Javier Zurbano frá og Luka Jakasic setur hann svo upp á, ætlar að finna þarna Magnús Inga en Guðmundur Egill er þarna í honum og Sigurður Eyberg vinnur hann með sendingu fram völlin á Javier Zurbano. Javier finnur hér Svavar Berg. Svavar yfir á Sindra. Hvað gerir Sindri? Er hann ekki bara í færi? Hann setur hann í markið. Staðan orðið 3-1. Sindri Snær Magnússon með sitt annað mark í leiknum. Þetta kemur á annari mínútu í uppbótartíma. Úr skyndisókn sem Selfyssingar fengu. Við getum eiginlega, það eru Magnús Ingi og Sigurður Eyberg sem að byrjuðu þessa sókn og Sindri Snær Magnússon miðjumaður með sitt annað mark í leiknum. Stór gott mark hjá Magnúsi, Sindra Snæ segi ég. Staðan orðin 3-1 hér á Grindavíkurvelli og 2 mínútur liðnar, komnar segi ég fram yfir venjulegan leiktíma. Og við getum, heyrðist það einhvern veginn að uppbótartíminn yrði einhverjar 4-5 mínútur. Grindvíkingar búnir að taka miðuna. Alan Sutey meðan hér tilbaka. Setur hann upp á Alex Frey. Alex út á Guðmund á hægri vangnum. Guðmundur upp á, hann finnir þannig að reynir að finna Dennis Sitnik en Sindri Snær Magnússon komst inn í þessa sendingu og svo er boltinn bara settur langt fram völlin af Selfyssingum og Grindvíkingar hreinsa. Stefán Þór Pálsson setur hann út á Hafþór Ægi. Hafþór á úrrandi siglingu upp vinstri kallinn en setur hann í Sigurð Eyberg og þaðan fyrir boltinn út af. Kast sem að Grindvíkingar eiga og þeim liggur á. Voru búnir að vera líklegri ef eitthvað var þessar síðustu mínútur þegar þeir fengu þessa skyndisókn frá Selfyssingum í andlitið. En þeir leika sér hér með boltan fyrir utan teig Selfyssinga. Hér er Matthías meðan miðvörðurinn kominn mjög framalega. Setur hann á Guðmund. Guðmundur með sendingu inn á tegin en Andy Pugh fyrirliði Selfyssinga skallar þetta upp í loftið. Og út fyrir tegin og Hafþór Ægir gerir þannig virkilega vel. Leikur á Svavar Berg á sendingu fyrir markið og þetta er skallað framhjá af Stefáni Þór Pálssyni. Markspyrna frá marki Selfyssinga og nú tekur Jóhann Ólafur sér allan þann tíma sem að hann vill, hugsa ég, eða getur í að taka þessa markspyrnu. Og allar klukkan er að fara að slá í 94 mínútur. Og þá flautar Ívar Orri Kristjánsson, dómari, til loka þessa leiks sem að Selfyssingar fara með sigur af Hólmi í 8. deild, 1. deildar karla. Og það eru nokkri leikir í gangi. Við skoðum hvernig þetta fór eftir þennan leik. Grindvíkingar voru á toppnum eftir leikin í kvöld. Nei, fyrir leikin í kvöld segi ég. En Selfyssingar eru komnir með 11 stig
eftir þennan sigur. Það var Ingólfur Þórarinsson sem skoraði fyrsta mark Selfyssinga á 35. mínútu. Selfyssingar komist svo í 2-0 á í seinni hálfleik með marki frá Sindra Snæ Magnúsinni. Grindvíkingar minnkuðu muninn á 70. mínútu og það var svo Sindri Snær Magnússon sem skoraði sitt annað mark í uppbótartíma og kom Selfyssingum kom þeim í 3-1 og það loka staðan í dag hér á Grindavíkurvelli. Við kíkjum á önnur úrslit. Voru nokkrir leikir í gangi í fyrstu deild karla og leið og Tölvan vill sýna mér það. Sé það að leik lokið hjá Leikni og Haukum. Þar fór 0-0. Hjá Þrótti og Fjölni staðan 0-0 einnig. Væntanlega ekki mikið eftir af þeim leik. Þannig að eins og staðan núna þá eru Selfyssingar búnir að hífa sig upp töfluna og Grindvíkingar eru ennþá á toppnum. Staðan á Sauðakróki hjá Tindastól og KA 2-2 og ég búinn að fara svona yfir helstu stöðutölur. Þá held ég að ég segi þetta bara gott hjá mér í dag. Þakka ykkur að sjálfsögðu fyrir og segi bara góða skemmtun. Takk fyrir og kvöld. Bless.